það úrvalsráefni, lambahjörtu. Þau eru ekki mikið notuð, en sumir segja að þau séu jafn góð og nautalundir ef þau eru rétt elduð. Og við ætlum að léttsteikja þau. Svo byrjum bara á því að hreinsa hjörtun. Og mér er mjög þægilegt að nota svona einnota hanska á aðra hendina. Þá er maður fljótur að losa sig við hann líka. Ég ætla að vera svolítið grófur hérna í skurðinum. Það eru örugglega margir sem myndu kannski skamma mig fyrir brauð. En ég ætla að skera svolítið vel af þessu fituna. Svo skerum við þetta bara í fallega strimla. Og hitum pönnu. Nú við erum hérna með slátur og við erum búin að taka hérna heilt slátur. Þá er að gera að nota nýrun líka. Svo, hérna er ég með eitt nýra sem ég ætla bara að lauma með í réttinn. Það eru sumir sem myndu kannski kjósa að sleppa því, þá gera þeir það bara. En svo hérna er fitukirtill fremst á nýrunu sem við skerum af. Ef það er eitthvað umfram sinn eða eitthvað annað sem fólki vill ekki hafa með, þá tekur það bara af. Svo opnum við nýrað. Þá er þessi fitukirtill hérna sem við þurfum að fjalla. Það gerum við bara með að skera aðeins undir hann, til að losa hann. Og reynum að ná á hann smá taki. Það er gott að snúa við og setja hnífinn undir. Þá erum við búin að hreinsa nýrun og skera hjörtun í fallega strimla. Það er pannan orðin sjóðandi heit og það er eins og við viljum hafa hana. Ég ætla að setja bara ögn á olíu. Það er kannski ekki mjög gott að vera með ólífólíu, en mér finnst hún gefa smá bragð, svo ég ætla að láta bara kjötið í. Salt og pipar. Sveppi. Skera bara í tvennt. Svo ætlum við að vera með chili, rauðan chili, eða eldpipar, hvað sem fólk kýs að kalla hann. Skera þetta í strimla. Ekkert að vanda of mikið, þetta gefur bara lit í réttinn. En núna er það hitna undir pönnunni á okkur. Þá verðum við nú að setja smá smjör. Við erum sveppunum aðeins að steikjast. Mér finnst gott að bæta chiliinum strax. Og leyfa honum aðeins að eldast með sveppunum. Hérna er ég með svona flott og fínt rifja sem að rífur mjög fínt og þá þarf ekki að saxa, til dæmis engiferinn og hvítlaukinn. Og það er það ég ætla að gera. Ég ætla að taka engifer, skera aðeins utan á honum og svo ætla ég bara að rífa engifer út í. Svo ætla ég að rífa líka þá eftir ég hvítlauk út í. Og bæti við hjörtunum og nýrunum út í. Núna með ekki elda þetta of mikið ef við ætlum að hafa það létteldað. Þess vegna ætla ég að gera sósuna sem er mjög fljótleg. Ögna eplasafa og setja smá sojasósu. Þá verðum við náttúrulega að smakka hvort þetta sé of salt eða sætt. Þetta verður rosa gott. Það sem ég finnst mjög gott er íslenskt selleri. Og það sem ég ætla að gera við það er að ég ætla að reyna að taka það niður í svona strimla með flysjárana góða. Og ég nota ekki ysta strimilinn, hann er með svona þræði eða svona trefjar. Svo ég held áfram. Það er svona 2-3 góðum strimlum. Svo setjum ég það bara á diskinn. En það sem ég ætla að gera bara til að bæta sósuna, ég ætla að setja ögn á rjóma. Þá setjum við bara sveppina. Svo er gott að setja hjörtun líka. Svo áttum við hérna eitt létteldað nýra sem við ætlum að læða hérna svo fólk getur fundið það og jafnvel sneitt frá því ef það kýs ekki að nota. En svo erum við þá með safan okkar góða sem er fallegur á litinn, bæði að steikaskáninni og sojasósunni.
En ef við viljum gefa eitthvað meira með þessu, þá er það náttúrulega bara íslenskar kartöflur eða kartöflumús. Svo væri náttúrulega gott líka að hafa gott salat. En það gerir mjög mikið fyrir þennan rétt. Hafa eitthvað ferskt líka. En svo hérna er það núna hjá okkur íslenska sellerið. Hérna er komin 2 lifrar, 4 nýru. Saman við þetta ætla ég að setja mjólk. Og það eru 6 dl mjólk. Hérna er komin 2. Hérna er ég með vatn og súputenning listan uppi. Hann fann að setja þetta aðeins til. Þetta er aðeins til að gefa bragð. Þetta er bara svona seiði. Já, þetta er bara seiði. Já, kjötseiði. Síðan setjum við þetta salt og örlítinn sykur. Því sykurinn kemur þarna eins og krydd. Það er nú ekkert öðruvísi. Og þetta er bara sjávarsalt. Með jóðu öllu saman. Svo hrærum við þessu svona saman og blendum svona. Svo þetta saltið setjum allt. Og ég hræra. Já, hrærðu, ég ætla að horfa á. Já, og svo kemur þú með næsta. Hérna er haframjölið sem er í uppskriftinni. Og það mér finnst ágætt, setja það bara allt út í. Það hefur alltaf verið sett haframjöl í lifrarpylsu. Ég þori nú ekki að fara með í gamla daga, það hefur verið meiri rúgur, sko. Það er ekki fyrst að haframjöl verið til. Þetta finnst mér ágætt að leyfa aðeins að standa. Það ryðja sig. Já, og draga, haframjöl er svona að draga aðeins vöku í sig, sko, já, trekka sig. Hérna er við alveg eins og segir í uppskriftinni, 400 g rúgmjöl. Sirka á 2 lifrar. Já. 300 g af haframjöli. En svo þyknar þetta þegar þetta fær að standa. Já. Mér finnst nú þurfa aðeins meira. Síðan og vatni sem við ætlum að sjóða slátrið okkar í. Bara sitt á einn. Já. Ok, og nú er þetta bara... Nú er þetta nokkuð fín hræra held ég, Guðmundur. Hérna er bónumörinn. Hendum henni bara úti, setjum henni varlega úti, svona ekkert að henda hér, sko. Þá kom henni flott. Já, þetta er flott. Hvít og flott. Ná, þá er það sem kallum að fela upp. Að fela upp er kallað þegar maður setja í keppina. Hérna. Það er ágætt að hafa þetta svona og svo bara notum bara hendina. En ætlaði þú ekki að nota sprautupoka? Ég veit að ég nota rjómasprautu. Bara moka hérna í, mér finnst það óhemjað þægilegt svona. Þetta finnst mér mjög þægilegt. Þannig bara ekkert að setja allt á mikið núna. Og svo bara setja þetta hérna í. Og svo er það magnið. Ó, þetta er ekki þægilegra? Svo er það magnið. Allir bara, þetta myndi ég telja og það er mjög hæfilegt, sér. Svo bara vörpum við fyrir og nú ætlum við að sjóða þetta beint. Við Bjarni vorum að reyna að sauma þetta áður og meðan fyrst kaffi. Veistu það? Ég hef gert þennan. Þetta er bara nokkuð gott. Það er ekki aðeins svo mikið í. Það er svona í mesta. Getur maður ekki bara þá tekið? Jú, tekur bara af. Svona já. Ef það eru mikið þá springur þetta. Og nú ætlum ég að setja þetta í pottinn og ég setti vatn yfir í pottinn og við söltuðum. En áður við setjum í, þá pikkum við. Já. Við erum að pikka, Guðmundur, til þess að hleypa loft út sem er í keppnum. Varstu búinn að sauma fyrir þennan? Já, elskan mín. Já, ég aðeins að fylgjast með þig líka. Og hérna erum við með áfram með blöndun okkar, lifrarblönduna. Já. Mér datt í hug, ég var búinn að steikja, manstu við vorum að tala saman, ég var búinn að steikja hérna bacon og graslauk og sveppi og lifur náttúrulega steikt lifur með bacon í sveppum og lauk, saman hvort það er lambalifur eða kjúklingalifur eða hvað sem er rosalega gott. Já. Þannig að það hlýtur alveg að passa að sé hægt að setja þetta inn í svona pulsu. Þetta er bara óheimlega gott. Ég er alveg viss um það. Náttúrulega þetta bæði blóðmör og liraflis að borða með alla heim. Vinnmaturinn allur. Já, já. Við erum ekki spes. Nei, og alls konar. Við getum náttúrulega að krydda þetta með hverju sem er. Já. Og svo eins og þú sagðir áðan, ef þeir sem nota kannski fossóðinn grjón í staðinn fyrir móti fytunum, minnka fytuna. Þetta er eitthvað rosalega út, Guðmundur. Þetta verður gott. Það er alveg viss. Svo brýtur baconum sig aðeins út í þetta. Já, já. Og gerir bragðið, svona reykta bragðið. Já, já. Ef að prófa að setja... Já, skellum þessu hérna í pokann.